Já, ég ætla að fara núna yfir heimaverkefni 5 og setja það hérna inn til þess að þið getið gert það. Kerfismyndin er þannig eða það er sem sagt það sem að ég set upp hérna í Control Expert. Það er þessi skjár hérna sem að ég set samkvæmt data editornum. Það eru við með nokkra hnappa eða sem sagt rofa og það er þá til þess að opna og loka. Sem sagt, ég var ekki með bara einn hnapp eins og kannski er venjan. Heldur ég er með aðra útgáfu af þessu þar sem ég bæði með hnapp á fjarstýringu og á staðnum til þess að opna og loka. Þannig að þetta er svolítið frábrugðið því sem kannski venjan er. Og síðan er hérna ljósgeisli til öryggis. Ef eitthvað lendir fyrir honum þá opnast hurðin aftur og síðan hef ég bætt við svona neyðarstöðvun. Þetta er nú ekki alvöru neyðarstöðvun þannig, heldur hún stoppar færslun á hurðinni. En sem sagt ef við hérna förum í gegnum þetta þá er þetta þannig í virkni eða að hérna setja þetta eins í gang hérna hjá mér að núna er reyndar lokað og sem sagt ljósgjafinn hann á að vera virkur sem sagt ef allt er eðlilegt þá enginn að vera hérna standa hérna fyrir þannig að hlerinn lendi á neinu og síðan þarf þessi hérna að gefa merki líka neyðarstopp verið inni og þeir eru báðir með hérna stýringuna sem sagt við latching. Við sjáum að hérna hvernig þetta er stilt. Sem sagt þetta er hérna til dæmis neyðarstopp og það er hakað við latching og það er saman með ljósgjafan hérna að þetta er svona myndi vera ef að annarkot eitthvað dýr eða einhver kassi er hérna fyrir ljósgeislanum að þá myndi þessi ekki gefa samband og þá er ekki hægt að loka. Þá myndi hann kannski bara fara í opnun ef hann væri að hluta til opinn eða hluta til lokaður hlerinn og þá myndi hann bara að opna. Ljósgeisli hérna hann er við latching og þannig að þessi hnappur er inni, helst inni og meðan allt er í lagi og þetta er svona ljósgjafinn. Ok, og þá er að gera skjáinn virkan aftur og opna hérna af því að ég var með þetta lokað svo satt þegar ég slökkti á þessu þá var þetta í þessu stöðu. En venjulega þegar maður byrjar alveg frá því að maður næri í forritið og setur það upp að þá, eða bara setur það í gang, þá byrjar þetta þannig að sem sagt hurðin er opin og maður þarf að byrja þá að loka. Svo að þannig virkar þetta að ef maður ætlar að loka hérna og að það labbar einhver fyrir ljósgeislan að þá hérna byrjar hann strax að opna aftur. Og ef að ljósgjafinn kemur aftur á og við látum að loka þá gerur hann það. Það er sem sagt, þetta hérna eru stýringar á staðnum upp og niður. Svo er annað hérna fjárstýring sem maður getur líka bara farið í að opna. Þá snýr hann bara við og en ef maður ætlar að loka aftur þá getur maður annarkot gert það hér eða með fjárstýringunni
og síðan ef það er neðastopp þá bara stoppar þetta og hins vegar getur maður láta hann opna með því að halda inni upptakanum hérna eða á fjarstýringunni og hins vegar fer þetta ekki í sjálfkrafa lokun nema að neðastoppið sé búið að taka það út þannig að það gefur samband og þetta þarf að vera inni svona ljósblátt og líka ásamt ljósgjafanum. Þetta tvennt þarf að vera inni svo að sé hægt að panta að loka eða opna. Þannig að það gangi eðlilega. Svo að nú sjáum við ef að eitthvað dýr fyrir inn til dæmis og rýfur ljósgeislan að þá byrjar hann strax að opna. Og ef það kemur aftur inn og við segjum bara að loka þá snýr hann við og lokar. En ef það er neðastöðun þá bara stoppar hurðin. Þannig að við erum að setja aftur, láta neðastöðuna gefa samband og svo bara loka áfram og þá stoppar hann. Þetta er svona í grófum drættum hvernig það virkar og hérna er skynjarinn að hér er hann niðri og til þess að þetta virki svona að þá þarf að setja í teljarann. Það er hér erum við með stigaritt þar sem að setja því í verkefnið að hér erum við með hvernig við setjum upp stigarittið og það er svona teljari Naomi CTUD teljara og útbúum ladder undir Logic og setjum þetta inn og við látum hann telja upp í 300 og hér höfum við samanburð á því ef að hlerinn er lokaður þá erum við komin upp í 300 og markgrófinn hann þá líkjum við eftir að markgrófinn sé komin inn, búin að skynja það að hurðin sé lokuð og þá er hún komin hér og tekur út resetar mótor fyrir lokunina og síðan þegar það er lokað hérna þá hættir hún að telja upp í 300. Þegar hún komin 300 þá er það lokuð hurðin. Þannig að þá sjáum við að hér er 300 og til dæmis núna eins og staðan í teljarinn er 300 svo að þá er hurðin lokuð, þá er hún alveg niðri. Og þetta heitir hleri og ef við skoðum aðeins inn í þetta þá erum við properties og sjáum við hér erum við með stillinguna á hleranum að þetta heitir hleri og þetta er INT heiltala og í drawing þá erum við með pattern, það er horizontal, það er svona línur og þetta er svona brúnt og í animation type þá erum við með bar chart og þetta hér er þá frá 0 upp í 300 og þetta er nummer 2 type of bar chart. Það er svona 2, það byrjar uppi og lokar svona niður í 300. Og þegar það eru uppi þá er það í 0. Og hér er bara valið brúnn litur og þannig er þetta sett upp. Svona, ok, og síðan er bara hringur til að sýna að sé fara upp og sé að hitt
annar hringur til að sýna þessi að fara niður. Þá er þetta bara stillt þannig að þetta er sem sagt, sjá að ég þarf að velja þetta hérna. Það er líklega, þetta nú við, af hverju sé þetta ekki, já svona er þetta. Það er eitthvað hérna á bakvið. Það er hringurinn hérna á bakvið sem að sést ekki almennilega. En já, þetta er í gangi. Þannig að ég ætla að prófa bara að fara hérna upp. Þá breytir liturinn hérna. Það getur verið ef ég fer hérna úr, þá ná ég að, hér er mótor að opna upp. Það er K1, hann er virkur. Ég ætla að reyna að skoða þetta. Nærið ekki. En kannski ekki hægt að skoða þetta nema að maður setji þetta á stopp, virðist vera. Ég get ekki séð alveg stillinguna á þessu núna. Ég prófa að setja á stopp, ok, og fara hérna út úr herminum. Sjá hvort ég get ekki sýnt hvernig þetta er stillt hérna, þessi hringir. Nú eru komnir 2 hringir hérna í ljós, þess að annar til þess að stilla, já, þessi hérna, ég náði ekki hérna undir. Hérna er stillingin, þetta er til dæmis hérna mótor, loka niður, K2, og hann er sem sagt bara þegar hann er háttgildi, þá verður hann rauður. Og þá er sem sagt rauður stilltur hérna inn í drawing og standard display animation type, og hér er bara nafnið á hann. Þannig að þetta er þannig stillt, þetta er bara 2 hringir, annar bara til þess að, hann er hérna yfir til þess að sýna bara hringinn, staðsetningur á honum, svo bara verður hann, gefur hann ljós þegar hann verður virkur. Og sama með þetta hér, að hérna er mótor, hann að opna, fer upp hérna og þá er biti hár og þá er hann grænn við drawing og þetta er bara standard display. Svona, ok. En þessi hérna, þessi fyrir fjárstýringuna, þetta er bara hnappar og hérna er texti inn í því. Fjárstýring sem sagt opna S3 dæmi og fjárstýring loka og textin inn í því. Þetta er ekki neitt fest inni, svo að við gefum bara púls frá þessu. Sama með þetta hérna, með upp og niður, að opna upp S1, að þetta er bara hnappur sem gefur bara 1 púls sem maður ítir á hann. Og líka niður, alveg sama. Loka, niður S2. Og þannig að svo er bara enda markróðarnir, þegar er opið, þá verður þessu virkur. Jó, hann verður hérna, já, hann verður störa við latching, ok, ætti nú ekki að þurfa. Hvernig þessi, hann er líklega verið það, spurning hvort ég hef bara verið að prófa þetta. En ég held að þetta þurfi ekki að vera. Ég tek þetta bara út. Ok. Og því að hérna, já, það er hérna líklega verður þetta vegna þess að til þess að prófa þetta, að þá þyrfti hann að haldast inni. En þegar ég er að keyra þetta með ladder, hérna teljaranum,
að þá þegar er komið til dæmis í 0 að þá er markrófið þegar er opið, þá er það bara B1 sem er inni og hann er hérna B1, þá er hann bara uppi, þá helst hann inni vegna þess að hér er 0 sko, þá gefur þessi samanburðarblokk bara hátt gildi á að það sé opið. Og síðan þegar hlerinn er komin niður að þá gefur efri samanburðarblokkin merki út á markrófa B2 að hleri sé lokaður. Þannig að þetta stýrir þessu núna og síðan í raunveruleikanum væri það bara það að það væri skynjari hérna sem að gæfi stöðusamband ef að væri opið eða þessi skynjari niðri gæfi stöðusamband ef að það væri lokuð. Og þá er bara að sjá hvort það hefur nokkur breyting orðið á þessu. Já, ég það er bara að prófa að fara í Analyze og Build Changes og ég held að það sé að hafa engin breyting orðið þannig á forritinu. Ég sendi þetta samt niður hérna, transfer svo setja ég þetta á run þegar að allt er orðið tilbúið og gerir skjáinn virkan hérna. Og við sjáum það þegar við keyrum þetta í fyrsta skipti þá er opið, hlerinn er alveg opinn og við setjum hérna ljósgjafann í gang fyrir öryggisgeislan hérna niðri og tókum út neðarstopp takkan og hann er þá hérna inni, gefur samband svo að nú er tilbúið að annarkvort með fjarskiptstýringunni að loka. Það fer í gang og við förum hérna með sem þá kemur ljós hérna sem sýnir að þetta er að fara niður og við skulum sjá þegar hann kemur niður hvort að þessi bara stoppar þetta ekki B2 niðri. Já, það er teljarinn hérna sem ætti að sjá til þess að hérna markrófinn hérna gefur samband lokað B2 og þá stoppar hann þetta. Þannig að við erum komin í töluna 300 þannig að þá er hlerinn komin alveg niður. Og þá getum við pantað að opna hérna og þá sjáum við að þá lækkar talan í teljaranum og þetta fer upp. Við getum stoppað hvernig sem er á leiðinni með því að bara ýta á neðastoppið eða við getum líka gert annað, við getum ef þetta væri á leiðinni þá getum við beðið strax að þetta fari niður. Það er líka möguleiki. Svo að hérna það er bæði á með fjarstýringunni og á staðnum að biðja að opna eða loka. En til að stoppa þá þarf að ýta á neðastoppið. Svo að þetta er spurning hvernig þetta er frábrugðið svona hefðbundinni stýringu. Nú þá hérna ætla ég aðeins að fara í uppbygginguna á þessu að ég ætla að fara í flæðiritið. Þá hérna hefur við hérna flæðiritið og þá hérna ég ætla að taka það með skjánum og sjá hvernig það kemur út.
svona, þannig að við opnum hérna, þá kemur þessi kassi inn hér og opnar. Þetta var stopp, hlerið var bara stopp þegar það var lokað og þá fer ég hérna upp. Ég get sem sagt valið að það loka bara hérna strax og þá fer hann aftur í lokun, þá hérna hoppar hann hérna, fer í það að loka skúr hérna, að þegar loka þá hoppar það hingað og þegar hann stoppar hérna að þá fer hann bara í stopp vegna þess að hér á bakvið er þessi skilyrði að það er hægt að fara í að opna annarkot með fjarstýringu eða á staðnum og þá stoppar hann lokun og fer í að opna eða ef að markgrófin nemur að það sé lokað að þá stoppar hann alveg og þá býður hann í þessu skrefi hér þar til að við smellum á upp eða opna. Þannig að þá ef við byrjum alveg á byrjuninni, stoppum þetta algjörlega hérna og látum forritið þegar við setjum á run fara í upphaf, þá heldur bara áfram. Ja. Ok, ég þarf þá að senda forritið aftur niður til þess að það fari alveg í upphaf. Já, hér er markgrófi opið, þá hefði hann átt að fara hérna í upphaf en hér nefnilega hér, af því hann fer í endastopps hér, þá fer hann markgrófi opið hérna, þá fer hann í stoppa opnun og þá fer hann í hleri stopp hérna. Hann fer ekki hérna í upphaf eins og eftir þessu hér, þannig að þetta hefur greinilega einhver yfiráð og þannig að hann fer alltaf inn í þetta meðan við erum að keyra þetta. En ef við sendum þetta aftur niður, ég ætla að prófa að gera það, senda forritið í heilu lagi. Við erum komin í stopp núna, ég ætla að senda þetta. Þá byrjar hann hérna í upphafi. Við setjum það á run, þá byrjar hann hér af því að þetta er initial step, sem merkt þannig. Og til þess að fara af stað, þá höfum við hérna skilyrði. Þetta eru þau sem sagt að það sé beðið um lokun og ljósgeislinn sé inni. Og hann er ekki inni núna fyrir en ég virkja hann, set ljósgjafan á og þá er hann orðinn virkur hér. Þannig ég get annaðhvort beðið með fjarstýringunni að loka eða á staðnum að loka hérna S2 niður. Og síðan ef þetta væri á leiðinni þá, og hérna næsta stoppa lokun, þá sem sagt allt þetta transition section, þetta er inni í verkefninu, heimaverkefni 5 og hérna ef að þið er sem sagt ítt á að opna annarkot fjarstýringunni eða á staðnum að þá fer það í stoppa lokun og reyndar af því að þetta virkar svona hratt að þá fer
sem sagt ef maður fer ítir á opnun einhvers staðar, þá hoppar það hérna áfram og fer bara hérna beint niður í að opna. En stoppa lokun virkar þannig að stoppar á lokunni og bara byrjar að opna strax. Því að hérna kemur líka opnunin inn. Hér þá hérna hoppar hann, af því hann stopp hérna, að þá hoppar hann strax hérna í opnun. Og þá fer það hérna gegnum þetta skilyrði og í þetta skref hér sem heitir opna, og þar til að annaðhvort markrófinn verður virkur hérna í stoppa opnun, eða já, hérna það annaðhvort markrófinn hérna opið eins og þetta núna, og hér, já, þetta komið í upphafsskrefið, þess vegna þetta ekki virkt lengur sko. Og þá hérna annaðhvort með loka niður eða fjarstýringu loka, að þá getur maður stoppað opnunina sem sagt. En hann komin upp vegna þess að markrófinn, hann komin búinn að gefa samband og það búið að fara í upphafsskrefið. Og já, við ræsum hérna, prófum að ræsa þetta á niður, þá fer, já, þá reyndar gerist ekki nema það, ef maður myndi halda þessu hérna inni, þá hérna, meðan maður heldur þessu inni, þá getur hann farið að loka, en af því að neðarstöðunarhnappurinn var ekki komin að gefa samband, að þá fór þetta ekki sjálfkrafa í gang. Þá hlerið bara stopp á milli. Og þannig að núna kemur útgangurinn á og helst inni, af því að bæði neðastoppið og ljósgjafinn eru að gefa leyfi til þess. Og ef að ljósgjafinn eða rofnar sambandið hér, að þá byrjar hann strax að opna til öryggis. Og ég get svo lagað það með því að loka aftur hérna þegar ljósgjafinn komin á, og þá getur hann haldið áfram að loka. En hann semst hoppar í það að opna, ef ég fer hérna á fjarstýringunni í opna, þá hoppar hann bara niður í það að opna hérna beint. Ok, þetta allar hérna transition sections eru þá inni í verkefninu, og ég held að þá bara býður hann hérna hleri stopp þar til að við annaðhvort biðjum að loka hérna með fjarstýringunni, hann lokar hér, eða þá að við getum verið að loka hérna með tveimur. En þið getið í rauninni hannað þetta öðruvísi, haft til dæmis bara einn takka fyrir fjarstýringuna og einn takka á staðnum fyrir upp og niður. Þannig að hann bara stoppi á milli og annaðhvort fari að opna eða loka eftir því hvað hann var í síðast. En ég allavega setti þetta svona upp núna og samkvæmt sem sagt verkefninu. En þetta flæðirut úr efni sem ég hef haft í kaflaspurningum. En þannig að hér segir í byrjun að ef ítt á fjarstýringuna eða það sé ítt á hnapp, þá loka hlerinn, byrjar að loka, og ef að fjarstýringin eða ítt á hnappinn eða markrófinn niðri gefur merki, þá lokar, sem sagt, þá hættir hann að loka, sem sagt. Og ef það aftur ítt á
fjarstýringuna eða hnappinn, að þá fer hann í að opna hérna. Sem sagt, ef hann væri að loka og ljós geislinn, hann væri rofinn, að þá myndum við fara hérna í það strax að opna aftur. Og síðan bíður hann eftir því annaðhvort að sé ýtt á fjarstýringuna eða á hnappinn, eða efri er sett markróin uppi að gefa samband, að þá hættir hann að reyna að opna. Þá stoppar hann opnunina því að hann komið í fulla opnun. Og eftir að hann búin að koma hann í fulla opnun hérna, að þá bíður hann hérna eftir því að ýtt á fjarstýringuna eða hnapp til að loka. Þannig að hér endar það á því að opnar sem sagt. Svo að í venjulega þegar að dyrnar eru lokaðar, þá bíður kerfið í þessari stöðu hérna, ST5, turn off, door close. Og svo að þar bíður hann þar til að ýtt á annaðhvort fjarstýringu eða hnapp. Svo að þá reyndi ég að líkja eftir þessu sem sagt í flæðiritinu, þannig að við myndum loka hér og loka skúr sem sagt, og það færi mótor hérna inn, og síðan færi stoppunlokunar, og þá færi hlerinn í stopp, og annars færi ef að ljósgeislinn kæmi inn, þá færi hann bara beint hoppaði í að opna, þá færi hann bara beint yfir þetta skref hér. Eða ef að ýtt væri á neðastoppið, þá væri bara hleri stopp, þá myndi hann hoppa yfir í þetta skref hleri stopp. Eins niðri ef að er verið að opna, að þá líka ýtt á neðastoppið hugsanlega hér, og þá færi bara hlerinn í stopp, myndi hoppa í þetta skref Svo að þetta fer bara þá í að opna eða loka eftir því sem að við biðjum með hnöppunum, fjarstýringunni eða hnapp á staðnum, og síðan allt sem er fyrir ofan línuna, til dæmis loka hér, þá er transition section fyrsta, það er bara þetta stigarit sem kemur í það. Næsta stigaritið kemur í stoppa lokun, og það er hér, það er stoppa lokun, og þið farið í transition sections þar. Og næsta er opnunin og það er opna upp eða fjarstýringin opna, það er opnunin. Og síðan kemur að loka áfram, þá kemur að loka áfram, þá er að loka niður eða fjarstýring loka, og þá er þetta bara transitions fyrir það, og að lokum stoppa opnun er stoppa opnunni og ef við rétt rifjum það hvernig við förum inn í þetta, að þá erum við með að ef við förum inn í stoppa opnun, þá stundum er þetta inn í variable en við smellum á transition section og skrifum inn til dæmis stoppa opnun og svo smellum við á edit, og þá förum við inn í og færum til útganginn og bætum þessu inn í. En þá held ég að ég láti þetta gott heita í bili, og vona ykkur gangi vel að leysa heimaverkefni 5.